við erum líka að sigla núna inn í svona tímabil þar sem að ekki jafn arðbært að byggja og það hefði verið árið 2019-2023. Seðlabankinn búin að gera mjög góða greiningar á því fjármála stöðuleika ritunum sínum núna 2 í þessu ári sem að benda á að sko í byggingagerðinu það var arðsemi eigin fjár hún var svona, ég held að það hafi verið 16-24% á þessum árum 2019-2023 og eigin fjárhlutfallið fór úr 30% í 37%. Fengu mörg fyrirtækjanna ágæta sjóði og svo nýttu þessu sjóði að byggja meira sem flott, sem það sem við vildum og það sem markaðurinn kallaði eftir en svo hefur eitthvað farið úr skeiðis og fólk vill ekki kaupa mikið af þessum íbúðum og það svona hafa verið óseldar núna í svona, þetta ástand hefur núna varið í svona 1 ár og mun vara lengur vegna þess að það gengur svo hægt að selja þessar íbúður og þau hafa náð að halda sér gangandi samt síðustu mánuðum með því að byrja fullt af nýjum framkvæmdum. Þau hafa gert það núna í síðustu 6 mánuði og síðustu 12 mánuði. En eignum er samt, þú veist, það eru fullt af eignum á markaði. Já. Og ég sko búin að maður skjóta einu inn í út af því að mér finnst þetta mjög áhugavert það sem þú ert að segja. En líka ofan í þetta að þá náttúrulega eitthvað sem að ég hef áhyggjur af og ég hef talað við verktakar sem hef áhyggjur af þessu sem að einmitt að jú, þeir eru að reyna að byrja ný verkefni en aftur á móti að ef þeim tekst ekki að selja þessar eignir sem Inga Sæland skammar þá fyrir að hafa of dýrar þrátt fyrir það að viðurkenna að regluverkið sé alltaf íþyngjandi en þá þurfum við bara að setja þessar kennitölur í þrot. Þá erum við komin aðalega sem eru bara dátnir úr leik og ekki að fara að klára sín verkefni eins og gerðist á ég held að hafa verið Kársnesuna þannig nýja og svona það sem að man ekki hvað verktakinn hét en þá þurftu þeir að setja í þrot og einhver annar að taka við en það líka var velti yfir í kostnað. Og þetta þessi þróun sem ég hef mjög miklar áhyggjur af. Ég hef áhyggjur af því að byggingagerinn, hann hefur sýnt mikinn styrk núna á undanförnum 12 mánuðum en þetta ekki endalaus peningur sko. Hann mun tæmast og ef að verður ekki eðlilegur gangur á þessu, ef að verður ekki þú veist, þeir ná ekki að selja eða bara halda áfram að halda þessum íbúðum óseldum og enginn kaupir og lánkostnaður að vex og vex þá geta fyrirtæki farið í þrot og það náttúrulega þegar það gerist, þegar kemur samdráttur í greininni eins og hefur byrjað núna samdráttur, það náttúrulega þeir óframleiðinuðustu, það eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem að finna mest fyrir því, stærstu geta ofta staðið þessi storminn og það náttúrulega eitthvað sem við viljum ekki sjá, við viljum sjá stöðu og uppbyggingu. Þannig að það virkilega svona mikið áhyggjuefni ef að þessi staða leysist ekki. En þetta markaður og það maður getur verið ósammála markaðsöflum þeir eru samt enda til staðar ef að íbúðir seljast ekki á þessu uppsettu verði, það munur örugglega seljast á okkur lægra verði. Og það var bara tímaspursmál hvenær það seljast og hvenær það lækka þá í verði eða þá ef að eftirspurnin eykst þá geta það kannski selst á þessu verði og kannski þessuna sem að verktakarnir eru að bíða með að selja og lækka ekki verðin sín. Nei, en ég meina en þú veist okkur ættu sko jafnvel ef við höldum hinum breytunum eða höldum breytunum bara föstum og segjum sér svo að þeir munu koma til með að selja þessar eignir þó það gangi það hægt núna. Menna af hverju ættu þeir samt að ráðast í ný verkefni þegar ríkisstjórnin eru beinlínis að reyna að lækka verð á fasteignum með því að reyna að þvinga fólk inn á markaðinn. Þú veist, það er svo margt í þessu og eins og segi, þú veist, Sigurður Hannesson hefur verið að kvart yfir því reyndar í samhengi með Seðlabankann að þetta sé allt og erfitt en ég menna þegar við horfum bara heilt yfir á bara aðgerðir ríkisvaldsins að þá er það svo kvikt að það er náttúrulega, þú veist, það tala sporin hræða. Ég menna þegar þú ert bara einhvern veginn að dæla inn einhverjum aðgerðum einhver tíman að svo virðist að þá, ég menna, þú veist, talandi bara byggingarreiðinaðinn menna það líka kvartaði við því að þeir hafa ekki verið hafið með ráðum í þessum húsnæðispakka heldur hafa þetta bara verið einhverjir rúllukragar í borgatúninu og fólk með styttingum vinnuvikunar sem ákveður að þetta en af hverju ekki tala við þá út af því að stjórnmálamenn byggja ekki húsnæði ég þoli ekki þegar Inga Sæland eða Einar reynda að gera þetta líka þegar alltaf, við ætlum að byggja hérna þú ert ekki að vera að byggja nokkuð skapaðan hlut? Skapa skilyrði til að byggja. Já, en þeir segja samt við ætlum að byggja. Einmitt, sem er villandi. Já, ég meina, þetta er, sko,
við byrjum á því af hverju fólk að byrja með nýja verkefni núna vegna þrátt fyrir að stjórnvöld sé að reyna að draga úr. Það góð spurning. Kannski það vegna þess að grundvallar þættirnir sem að baki mikill eftirspurn eftir húsnæði ennþá til staðar. Það ennþá mjög mikið af fólki sem að Hagstofan spáir að munu koma til Íslands og vilja búa á Íslandi. Við höfum síðan núna að í ár mun ekki að öllum líkindum mannfjöldaspá Hagstofu ekki standast. Okkur hefur fjölgað mun hægar, tölum við það ágætlega síðast, en svona þú ert alltaf að hugsa fram í tíman þegar þú ert að byrja nýja verkefni, það tekur svo langa tíma að koma svo markað, þannig að þú ert að reyna að hugsa hvernig verða markaðsaðstæðurnar þá, og það er náttúrulega. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.